Góðir gestir, athöfnin hefst eftir 10 mínútur. Dear guests, the graduation ceremony starts in 10 minutes.
Góðu gestir, athöfnin hefst eftir 5 mínútur. Vinsamlegast fáið ykkur sæti. Dear guests, the graduation ceremony starts in 5 minutes. Please take a seat. Góðu gestir, athöfnin það bil að hefjast. Vinsamlegast fáið ykkur sæti í salnum og munið að slökkva á farsímum. Dear guests, the graduation ceremony is about to start. Please take a seat in the sports hall and remember to turn off your mobile phones.
Rektor, fyrrverandi rektorar, forsetar fræðasviða, deildarforsetar, ágætu kandidatar, góðir gestir nær og fjær. Verið öll hjartanlega velkomin og gleðilega hátíð. Ég heiti Sólveig Ása Árnadóttir og er prófessor við námsbraut til sjúkraþjálfun sem er hluti af læknadeild á heilbrigðisvísindasviði. Mér er það heiður og ánægja að fá að vera með ykkur á þessum stóra degi og kynna dagskrá hátíðarinnar sem nú fer í hönd. Áður en lengra er haldið bið ég ykkur öllum að slökkva á hljóðinu í farsímónum svo þið trufla ekki athöfnina. And now in English, before we continue, I would ask you to silence your mobile phones so they do not disturb the ceremony. However, we are now going to put those phones to good use. In the program booklet, you'll find a QR code that links to English translations of all the texts used during the ceremony. Megin viðfangsefni mitt í kennslu og rannsóknum tengist sjúkraþjálfun og öldrunarfræðum. Þar sem ég er sjúkraþjálfari leita fólk oft til mín eftir ráðum vegna ýmissa líkamlegra einkenna. En reglulega lendi ég í því að sama fólki forðar sér eða hættir að spurja þegar það uppgötvar að sérsvið mitt er öldrunar sjúkraþjálfun.
Nú hef ég ykkur hins vegar hér fyrir framan mig og þið getið illa eða ekki flúið, ekki frekar en við flýjum öldrunina góðu. Og já, ég sé að þið viljið heyra og læra meira, því hver vill ekki lifa lengi og þá sérstaklega lifa vel. Hér gefst mér því kærkomið tækifæri til að gauka ykkur þeim ánægilegu upplýsingum að menntun öflugur áhrifaþáttur þegar kemur að því að eldast farsællega. Hafið það í huga þegar þið fáið prófskírteini í hendur. Þið getið svo sannarlega verið stolt af þessum áfanga en ekki síður af því sem þið hafið þjálfað í náminu, gagnrýna hugsun, forvitni, seiglu, samvinnu og hæfileikann til að læra nýja hluti. Ég óska þess að þið gleðjist og njótið í dag, hvílist á morgun og haldið síðan áfram að læra og þroskast, bæði á ykkar fræðasviði og í lífinu öllu og að menntun reynist gott veganesti fyrir ferðalagið þau æviskeið sem bíða ykkar. En snúum okkur þá að dagskránni. Brauðskráningunni hér í dag skipt í 2 athafnir. Nú fyrir hádegi var brauðskrá frá deildum félagsvísindasviðs, heilbrigðisvísindasviðs og hugvísindasviðs, en hér á eftir munu brauðskráskandidatar í grunn- og framhaldsnámi frá deildum menntavísindasviðs og verkfræði- og náttúruvísindasviðs. Fyrir þau sem ekki eiga þess kost að vera með okkur hér í dag boðið upp á beint streymi og hlekkurinn á streymið auglýstur á heimasíðu Háskóla Íslands. Að athöfn lokinni verður upptaka af viðburðunum einnig gerð aðgengileg. Að endingu vil ég beina þeim eindregnu tilmælum til kandidata og gesta þeirra að yfirgefa ekki salinn fyrir að athöfn lokinni. Góðir gestir, nú mun rektor Háskóla Íslands, Dr. Silja Bára R. Ómarsdóttir, flytja ávarp. Gjörðu svo vel. Fyrrverandi rektorar, aðstoðarrektor, forsetar fræðasviða, deildarforsetar, starfsfólk Háskóla Íslands, en fyrst og fremst kæru kandidatar. Innilega til hamingju með daginn og þennan stóra áfanga sem þið fagnið hér í dag. Það mér heiður að vera með ykkur hér á þessum tímamótum. Það stór ákvörðun við lok framhaldsskóla að velja sér námsgrein í háskóla því hún virðist svo afdrifarík á svo margan hátt og til allrar framtíðar. Þetta nógu flókið val við venjulegar kringumstæður ef þær eru einhvern veginn til, en það enn flóknara í þeirri ólgu sem nú ríkir í heiminum. Og í þeim miklu áskorunum sem blasa við okkur felast tækifæri. Tækifæri fyrir nýja þekkingu, nýjar hugmyndir, nýjar lausnir og leiðir fyrir fólk eins og ykkur sem eru tilbúin að takast á við krefjandi verkefni af ábyrgð og hugrekki. Og hér leika háskólar lykil hlutverk sem uppspretta þekkingar og frjálsrar hugsunar. Stjórnmálafræðingurinn Parag Khanna varpaði nýlega fram þeirri tilgátu að ástandið sem við búum við nú líkist frekar miðöldum en 20. öldinni. Sú einpóla heimskipan sem tók við af kalda stríðinu fyrir lok síðustu aldar, segir hann að sé liðin undir lok. Það sé hins vegar allsendis óvíst hvort eitthvert eitt stórveldi geti fyllt í tómið og í staðinn hafa sprottið fram ólíkar valdamiðjur, ríki, borgir, alþjóðleg stórfyrirtæki, tæknirisar, trúarhópar og auðmenn sem starfa þvert á landamæri og keppa sín á milli áhrif. Khanna byggir þessa söguskýringu á eldri hugmyndum þar sem hann lýsti því hvernig ríkisvaldið hafi smám saman mist einokunarstöðu sína og veröldin farið að líkjast sífellt meira því ástandi sem ríkti á 12. öld. Og það sem hann á við með þessu að á miðöldum voru landamæri ríkja iðulega óljós og almenningur þurfti að sýna ólíkum aðilum hollustu, lénsherrum, kóngum, kirkju, gildum og borgum, og fólk vissi því sjaldnast hver réði örlögum þess í raun. Vísindaleg þekking var líka dreifð og brotakend, sannleikurinn umdeildur og ótti við plágur og ófyrirsjánlegt ofbeldi útbreiddur. Það margt í samtíma okkar sem kallast á við þetta ástand, svo sem faraldrar, loftslagshamfarir, stríðsátök, upplýsingaóreiða og dvínandi traust til stofnana samfélagsins og jafnvel til lýðræðisins, sem að þó sú tilhögun samfélaga sem tryggir helst rétt fólks til frjálsar tjáningar og að kjósa sér fulltrúa sem það telur standa fyrir þau gildi sem skipta mestu máli. Og hér vert að staldra við, því þetta ekki sú framtíðarsýn sem flest okkar vilja. En Khanna bendir líka á að við erum ekki eingöngu leiksoppar örlagana, heldur höfum við hvert og eitt okkar rödd og því framtíð heimsins í höndum okkar sjálfra. Og hér komið þið til sögunar, kæru kandidatar,
því framtíðin vissulega í ykkar höndum. Ágreiningur skipan samfélagsins ekki nýr af nálinni og við verðum líkast til seint sammála hana í öllum atriðum. En á síðustu árum virðumst við í síauknum mæli ósammála sjálfan grunn sameiginlegrar umræðu. Hvað satt, hvað ósatt og hvernig vitum við yfir höfum það sem við teljum okkur vita. Í rannsóknarverkefninu Reclaim sem leitt var af Maximilian Conrad, prófessor í stjórnmálafræði hér við HÍ, kemur fram að þessi ágreiningur engin tilviljun á tímum sem okkar, sem oft eru kenndir við eftir sannleika eða post-truth. Reclaim verkefnið skilgreinir orðræðu stjórnmála eftir sannleikans sem falsfrásagnir þar sem leitast við að grafa undan viðtekinni þekkingu og sannleika. Í verkefninu kemur fram að eitt helsta einkenni stjórnmála eftir sannleikans sé að efast hvers kyns yfirvald, þar með talið undirstöðustofnanir samfélagsins. Og í lífi okkar flestra hafa skólar verið meðal fyrstu stofnana sem kynna okkur fyrir grundvallar gildum samfélagsins sem við tilheyrum. Og hér það lýðræði, mannréttindi, tjáningarfrelsi og virðing fyrir skoðunum annarra. Hérna leika háskólar lykilhlutverk og það þarf því ekki að koma á óvart að þeir sæta nú víða heim, pólitískum þrýstingi og jafnvel beinum árásum á gagnrýnda og viðurkennda vísindalega þekkingu. Þetta hluti af víðtækri viðhorfsbreytingu sem keppist við að grafa undan samheldni, lýðræði og friði. En kæru kandidatar, áskorunin sem birtist í þessari stöðu tvíþætt. Annars vegar að ræða tæknilega áskorun sem snýr að þáttum á borð við samfélagsmiðla, djúpfalsanir og gervigreind sem dreifa upplýsingum hraðar en nokkur sinni fyrr og á forsendum sem fæst okkar skilja til hlítar. Hins vegar hér á ferð þekkingarfræðilega áskorun sem felst í því að verja sjálfa hugmyndina sameiginlegan grundvöll sannleikans. Þegar fólk greinir á sannleika samfélagið hætt að deila sama veruleika. Þegar hver hópur eða jafnvel hver einstaklingur fær sína eigin útgáfu af því hvað satt og ósatt án sameiginlegra viðmiða til að rata eftir, þá rofnar samtalið sem að lýðræði byggist á. En hvað geta háskólar lagt af mörkum á slíkum tímum? Páll Skúlason, fyrrverandi rektor Háskóla Íslands og einn merkasti heimspekingur sem við höfum átt, sagði eitt sinn: háskóli og á að vera samfélag nemenda og kennara og þetta samfélag þarf að rækta sérstaklega. Og ég gæti ekki verið meira sammála. Og þetta kunna virðast einföld sannindi, en þegar betur að gáð hafa þessi orð Páls djúpa merkingu sem á brýnt erindi við okkur í dag. Því þegar samfélögin nærri því að klofna, þegar fólk hættir að tala saman og virða skoðanir hvert annars, þá verður hlutverk háskóla mikilvægara en nokkru sinni fyrr. Því það erindi þeirra og frumskylda að standa vörð lýðræði, gagnrýna hugsun og frjálsa þekkingarleit og efla samtal þar sem að rök, rannsóknir og staðreyndir eru í öndvegi. Annar fyrrum prófessor í heimspeki hér við HÍ, Vilhjálmur Árnason, færi rök fyrir þessu lýðræðis hlutverki háskóla þegar hann seldur í fram að þeir eigi að vera vettvangur rökræðu lýðræðis, staður þar sem að færni okkar ræktuð markvisst með því að tala saman, rökstyðja mál okkar og hlusta á önnur sjónarmið og leitast við að ná saman á endanum. Þessa grundvallar hugsjón alls háskólastarfs verðum við að halda í heiðri. Á tímum þegar reikniritt og gervigreind, verðlaunaöfga og samfélagsmiðla hampa þeim sem að hrópa hæst og ástundun einlægrar og heiðarlegrar rökræðu brýn borgaraleg skylda okkar allra. Og bandaríski heimspekingur Martha Nussbaum hefur bent á að samfélög sem líta á menntun fyrst og fremst sem tæki fyrir vinnumarkaðinn stofni lýðræðinu í hættu. Hlutverk háskóla, segir hún, að sé ekki aðeins að miðla þekkingu, heldur ekki síður að mennta sjálfstæða borgara sem geta greint á milli staðreynda, hagsmuna og skoðana og þannig staðið gegn sundrungu og vantrausti. Og í sama streng tekur Sigrún Aðalbjarnardóttir, fyrrum prófessor við menntavísindasvið Háskóla Íslands, sem í áratugi rannsakaði mótun borgaraveitundar ungs fólks í lýðræðis þjóðfélagi. Sigrún færið rök fyrir því að félagsþroski og samskiptafærni, siðferðiskennd og jákvæð sjálfsmynd séu undirstöður þroskarar borgaraveitundar. Og við sem höfum kennt ykkur hér og leiðbeint við Háskóla Íslands treystum því að þið, sem nú hafi lokið námi héðan, berið með ykkur þessa borgaravitund og beitið henni af ábyrgð og skynsemi alla framtíð. Kæru kandidatar, vandamál okkar tíma eru svo flókin og yfirgripsmikil að engin ein fræðigrein getur leyst þau einu og stödd. Loftslagsbreytingar ekki eingöngu viðfangsefni eðlisfræðinnar, heldur krefjast þær ekki síður aðkomu hagfræðinga, líffræðinga, sálfræðinga, siðfræðinga og stjórnmálafræðinga. Heimsfaraldrar ekki eingöngu læknisfræðileg áskorun, heldur varða líka traust, samskipti og margvísleg félagstengsl.
Gervigreind ekki bara verkefni fyrir tölvunarfræðinga, hún snýr ekki síður að mannskilningi, lögfræði, vinnumarkaðin og lýðræðinu sjálfu. Rannsóknir á því hvernig háskólar takast á við fjölþættar áskoranir hafa á síðustu áratugum fært fram ákveðnar vísbendingar sem leið okkur flestar í sömu átt. Spurningin þarf að koma fyrst og fræðigreinin svo. Þessi nýja hugsun krefst breytinga sem ekki alltaf auðveldar. Hún krefst þess meðal annars að skipulag náms og kennslu taki mið af hæfni til þverfaglegrar samvinnu. Þannig að nemendur geti í ríkara mæli tekið námskeið þvert á svið. Og það krefst þess að við ræktum virðingu og umhyggju sem að Sigurður Aðalbjarnar bendir á, ekki bara dyggð á milli einstaklinga, heldur líka á milli fræðigreina og ólíkrar aðferðafræði þeirra. Og þessa færni þurfum við að taka með okkur út í samfélagið. Horfum á mennskuna í náunganum og sjáum hana líka í þeim sem eru lengra í burtu. Það auðvelt að láta svartsýni ná á okkur taki þegar að stríð og hörmungar eru í fréttum alla daga, en leið erum við að upplifa stórkostlegar framfarir í vísindum sem að gefa tilefni til bjartsýni og eiga að vera aðgengilegar öllu mannkyni rétt eins og afurð þessara uppgötvana. Og þótt myndin sé kannski dökk þegar samtímanum líkt við miðaldir, þá felast tækifæri í hverri hættu. Samfélög sem að búa yfir öflugum stofnunum, traustri menntun, virkri samræðu og sterkum félagstengslum geta haft áhrif langt umfram það sem stærð að segja til Þetta á við Ísland og þetta á sannarlega við samfélagið í Háskóla Íslands. Við erum fámenn en við búum yfir miklum verðmætum og auðlindum sem skipta máli í rótlausri veröld í leita festu. Hér enn til staðar þétt ofinn samfélagsvefur og það okkar að halda honum sterkum með því að taka vel á móti fólki sem vill mennta sig og leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Og við höfum líka eitt sem fáar aðrar þjóðir hafa. Þjóðarháskóla sem nógu lítill til að fólk þekki fleiri en þau sem eru í sama námi eða sömu deild og í því felst gullið tækifæri til aukins þverfræðilegs samstarfs. Leið háskólinn nógu öflugur til að rannsóknir hans og þekkingaröflun hafi raunveruleg áhrif langt út fyrir landsteinana. Það gerist ekki síst fyrir tilstilli vaxandi fjölda alþjóðlegra nema sem ljúka námi frá Háskóla Íslands og halda út í heim sem sendiherrar hans. Og ég vil þakka alþjóðlegu nemendunum okkar sérstaklega fyrir að velja Háskóla Íslands. Í fámenninu hér á Íslandi væri erfitt að halda úti öflugu námi og rannsóknum í mörgum greinum ef ekki væri fyrir ykkur. Kæru kandidatar, það eru tímamót hjá Háskóla Íslands eins og hjá ykkur. Því í næstu viku verða liðin 115 ár frá því að háskólinn tók til starfa á árunum milli heimastjórnar og fullveldis. Hann hefur þroskast úr því að vera embættismannaskóli í það sem hann í dag, alþjóðlegur rannsóknarháskóli í fremstu röð sem laðar að sér öflugt starfsfólk og sterka nemendur. Og komandi ár markar enn nýjan áfanga í sögu skólans þegar fyrsta háskólasamstæðan á landinu tók til starfa og Háskóli Íslands á Hólum verður aðildarháskóli í henni. Þetta eru spennandi tímar sem bjóða upp á aukið samstarf og aukna þjónustu HÍ við íbúa allt land. En þetta engu að síður fyrst og fremst dagurinn ykkar, kæru kandidatar. Heimurinn sem þið haldið úti með prógraður ykkar í farteskinu sannarlega flóknari en sá sem að foreldrar ykkar ólust upp í, að ekki sé minnst á ömmur ykkur og afa. Öllum áskorunum fylgja þó einnig tækifæri sem kalla á nýjar hugmyndir sem opna möguleika ykkar til að hafa áhrif. Ef valdið ekki alltaf á einni hendi, ef valdið ekki alltaf á hendi eins, hafa margar smærri ákvarðanir sem ég hvet hvert og eitt ykkar til að taka af ábyrgð og hugrekki frá degi til dags. Það hafa raunveruleg áhrif á þann heim sem í mótun og á framtíðina alla. Háskóli Íslands hefur verið heimilið ykkar og skapandi samfélag nokkuð skeið. Hann verður áfram til staðar fyrir ykkur þegar þið haldið út í lífið, sem vörður lýðræðis, sem öflugt samfélag þar sem ólíkar skoðanir fá að þroskast, sem hugmynd og sem veruleiki. Þið eru alltaf velkomin aftur, komið aftur heim. Verið áfram hluti af því samfélagi sem háskólinn ykkar jafnvel þótt þið hafi skilað síðasta verkefnin ykkar. Til hamingju með daginn, til hamingju með áfangan, til hamingju með lífið og kraftinn sem í ykkur býr. Ef þið virkið hann okkur öllum til góðs, þá verður heimurinn strax betri leið og þið gangi héðan út í sólskinnið. Takk. Við þakkum rektor fyrir hennar góða ávarp. Háskóli Íslands heldur áfram að eflast og styrkjast. Nú stunda 12.500 nemendur nám við háskólan. Af þeim eru 7.800 í grunnnámi og 4.700 í framhaldsnámi.
Þar af 700 í doktorsnámi og 1400 í viðbótarnámi á meistarastigi. Frá síðustu brautskráningu í júní síðastliðinn hafa 87 lokið doktorsprófi frá háskólanum. Hér á eftir munu 764 kandidatar frá öllum 10 deildum menntavísindasviðs og verkfræði- og náttúruvísindasviðs brautskrást úr grunn- og framhaldsnámi. Nú fyrir hádegi fengu 1235 kandidatar frá deildum félagsvísindasviðs, heilbrigðisvísindasviðs og hugvísindasviðs afhent prófskírteini sín við hátíðlega athöfn. Þá brautskrást í dag 259 kandidatar af diplómanámsleiðum á framhaldsstigi og 321 lýkur diplómanámi á grunnnámsstigi. En þau taka ekki þátt í athöfnum í dag að frátöldum nemendum í starfstengdu diplómanámi fyrir fólk með þroskahömlun. Alls verða því 2710 kandidatar brautskráðir frá Háskóla Íslands í dag. Þá brautskráðust 446 kandidatar í febrúar síðastliðnum og hafa því alls 3156 lokið námi við Háskóla Íslands þar sem af ári. Þetta glæsilegur árangur. Áður en brautskráning hefst vil ég benda gestum á að klappa aðeins í lok brautskráningar hverrar deildar. Ég vil líka minna kandidata á að ganga að merkingu á gólfi sviðsins mér á hægri hönd. Komið óhikað upp að línunni. Bíðið þar til nöfn eru lesinu og ganga svo til deildarforseta sem afhendir þeim prófskírteinin. Að því búnu ganga þau fram fyrir púltið yfir til rektor sem heilsar hverjum kandidat áður en hann gengur niður á sviðinu. Þá hefst brautskráning kandidata. Fyrst stýrir Kolbrún Pálsdóttir, forseti menntavísindasviðs, brautskráningu kandidata frá deildum fræðasviðsins. Þess má geta að þetta í síðasta sinn sem Kolbrún stýrir brautskráningu frá deildum sviðsins en hún mun láta því starfi 1. júlí næstkomandi. Fyrir hönd Háskóla Íslands eru henni færðar kærar þakkir fyrir farsæl störf. Leið og ég óska kandidatum innilega til hamingju með daginn, þá vil ég þakka fyrir hlý orð í minn garð. Það verður mikill heiður að fá að gegna starfi embætti forseta menntavísindasviðs og það virkilegur heiður að fá að vera með ykkur í dag. Að þessu sinni eru brautskráðir 670 kandidatar frá öllum 4 deildum menntavísindasviðs. Fyrst mun Elsa Eiríksdóttir, forseti deildar faggreinakennslu, afhenta prófskírteini. Með MA-gráðu í umhverfis- og auðlindafræði brautskráist Veronika Vendóli Espítja. Með M.Ed.-gráðu í kennslu list og verkefna brautskrást Fríða Dís Guðmundsdóttir, Gillian Alice Pokalo, Regína Márusdóttir og Sunna Ingólfsdóttir. Með M.Ed.-gráðu í kennslu samfélagsgreina brautskrást Axel Guðjónsson og Íris Kamila Andrésdóttir sem fjarverandi. Með M.Ed.-gráðu í menntun framhaldsskólakennara brautskráist Hildur Þóra Sigurðardóttir. Með MT-próf í kennslu erlendra tungumála brautskráist Lára Björk Gunnlaugsdóttir, Ólena Lopko og Valgarð Ingibergsson. Með MT-próf í kennslu íslensku brautskrást Ágústa Halla Guðjónsdóttir, Hera Matthíasdóttir og Rafnhildur Rósa Atladóttir. Með MT-próf í kennslu list og verkefna brautskrást Anna Dís Árnadóttir, Álfheiður Þórhallsdóttir, Björn Ágúst Olsen Sigurðsson, Bósidar Rúnits, Brynhildur Margrét Sölvadóttir, Erna Rafnsdóttir, Helga Dagný Einarsdóttir, Hildigunnur Sigurðardóttir, Hrefna Ósk Jónsdóttir, Kristbjörg Sunna Hafberg, Renata Malgorzata Rusinska, Sigrún Erna Sigurðardóttir og Tinna Laufdal Guðlaugsdóttir. Með MT-próf í kennslu náttúrugreina brautskráist Aðalheiður Jóna Magnúsdóttir.
Með MT-próf í kennslu samfélagsgreina brautskrást Anton Freyr Írisarsson. Bára Björt mun vera fjarverandi. Birgir Ottesen Jóhanns Arnór. Nei. Egill. Já, þá Egill Sigfússon. Brynja Jónsdóttir mun vera fjarverandi. Og Glódís mun líka vera fjarverandi. Glódís G. Kristjánsdóttir. Gunnlaugur Hans Stefensen. Helgi Ævar Guðmundsson. Ísak Bjarmi Benediktsson. Karl Sölvi Sigurðsson. Páll Sófanías Pálsson. Sigrún Ösp Aðalgeirsdóttir mun vera fjarverandi. Sigurður Björn Hrútur Teitsson. Og Telma Björk Martin. Með MT-próf í kennslu stærðfræði brautskrást Aron Fannar Sindrason, Bergur Ari Sveinsson, Guðríður Ósk Þórisdóttir, Jón Emil Ragnarsson Söðegård og með MT-próf í kennslu upplýsingatækni og miðlunar brautskráist Ástríður Einarsdóttir. Með MT-próf í kennslu upplýsingatækni, nýsköpunar og miðlunar brautskráist Andri Már Bjarnason, Lillý Karen Pálsdóttir og Marteinn Einarsson. Með MT-próf í menntun framhaldsskólakennara brautskrást Arney Ósk Guðlausdóttir, Ásdís Erla Pétursdóttir, Ásdís Bryndís Ragnarsdóttir, Elisabeth Halldórsdóttir mun vera fjarverandi, Jún Þór Mórikawa, Júlía Jakobsdóttir, Lára Björk Ingvarsdóttir, Madía Umar, Sóley Erla Ingólfsdóttir, Sunneva Eiðsdóttir mun vera fjarverandi, Ýmir Åge Malmberg. Með B.Ed. gráðu í grunnskólakennslu með áherslu á erlend tungumál brautskráist Kjalar Óðinsson. Fjarverandi. Já. Með B.Ed. gráðu í grunnskólakennslu með áherslu á íslensku brautskráist Garðar Ingi Róbertsson. Með B.Ed. gráðu í grunnskólakennslu með áherslu á list og verkgreinar brautskrást Anna Birna Jakobsdóttir, Dagný Birta Dan Ólafsdóttir, Emma Eyþórsdóttir, Eydís Birta Smáradóttir, Lilja Björk Bjarnadóttir, Magnús Bergmann Jónasson og Steinunn Embla Guðmundsdóttir. Með B.Ed. próf í grunnskólakennslu með áherslu á samfélagsgreinar brautskrást Emilía Ósk Guðmundsdóttir, Fjóla Kristný Andersen, Hrafnhildur Ylva Ragnarsdóttir og Jón Guðni Sigurðsson. Með B.Ed. gráðu í grunnskólakennslu með áherslu á stærðfræði brautskrást Atli Fannar Hauksson, hann er fjarverandi, Daði Garðarsson, Hrafnhildur Margrét Vídalín Áslauardóttir, Irma Rún Blöndal og Katla Sigurðardóttir Snædal. Með B.Ed. gráðu í grunnskólakennslu með áherslu á upplýsingatækni, nýsköpun og miðlun brautskráist Björn Óli Eyþórsson. Þá er lokið brautskráningu kandídata í deild faggreinakennslu. Næst mun Þórdís Lilja Gísladóttir, deildarforseti deildar heilsueflingar íþrótta og tómstunda afhenda skírteini frá deildinni. Með M.Ed. gráðu í íþrótta og heilsufræði brautskrást Ásta Guðný Unnsteinsdóttir og Gunnar Freyr Þórarinsson. Með M.Ed. gráðu í tómstunda og félagsmálafræði brautskrást Eva Björk Jónsdóttir, Ingibjörg Jóna Guðrúnadóttir Björnsdóttir, Melkorka Ír Magnúsdóttir og Viktoría Ásgeirsdóttir. Með MS gráðu í hagnýtri atferlisgreiningu brautskrást Alfa Bærens Björgvinsdóttir og Hugrún Erna Erlingsdóttir. Með MS gráðu í íþrótta og heilsufræði brautskrást Anton Orri Eggertsson, Bjarni Gunnarsdóttir og Kristfríður Rós Stefansdóttir. Með MT-próf í íþrótta og heilsufræði brautskrást Alexandra Sigurdórsdóttir, Anna Sofía Lárusdóttir, Auður Erla Gunnarsdóttir,
Axel Þór Einarsson, Benjamin Daði Antoníusson, Bjarki Már Sigurðsson, Eyrún Gunnlaugsdóttir, Gabríela Birna Jónsdóttir, Heiðdís Ósk Leifsdóttir, Heiðrún Ósk Sævarsdóttir, Margrét Ósk Einarsdóttir, Páll Haraldsson og Tinna Dögg Benediktsdóttir. Með BA-gráðu í tómstund- og félagsmálafræði brautskrást Agnes Líf Ingvadóttir, Alvin Smári Steinarsson, Andrea Ír Björnsdóttir, Arna Mist Helgadóttir, Björk Davíðsdóttir, Einar Daði Andrésson, Elísa Sirrí Elíasdóttir, Eva Rós Eyjólfsdóttir, Hrefna Björg Ragnarsdóttir, Ingibjörg Jónsdóttir, Júlía Birna Ingvarsdóttir, Kolbrún Rós Erlendsdóttir, Kristín Anna Jónsdóttir, Kristófer Leu Ingusson, fjarverandi, Magnús Guðmundsson, Matthildur Louise Göttler, Páll Sigurður Sigurðsson, Salvör Mist Sigurðardóttir, Sveinborg Petrína mun vera fjarverandi, Valur Snær Logason og Viktor Luka Forte. Með BS-gráðu í íþrótta- og heilsufræði brautskrást Amelía Rún Fjellsteð, Ágúst Leo Björnsson, Árný Dögg Sævarsdóttir, Dagbjört Diljá Haraldsdóttir, Davíð Freyr Bjarnason, Elvar Freyr Guðnason, Eyþór Ágústsson, Eyþór Ármann Jónasson, Grétar Áki Bergsson, Guðmundur Halldórsson, Gunnar Einarsson, Helgi Hrannar Guðmundsson, Hermann Hlinsson, Hilmar Pétursson, Ída Björg Vestmann, Jakob Clark, Jón Ingi Halldórsson, Jón Þórarinn Þorsteinsson, Karen Ír Arnarsdóttir, Kristján Ólafsson, María Mist Guðmundsdóttir, Ragnar Ingi Pétursson, Rakel Ír Ottósdóttir, Richard Már Guðbrandsson og Sölvi Snær Egilsson. Með grunndiplóma í starfstengdu námi fyrir fólk með þroskahömlun brautskrást Anna Rósa Þrastardóttir, Emilía Mist Reynisdóttir, Hulda Nína B. Brynjarsdóttir, Jón Hrafnkell Margrétarsson, Nói Gunnarsson, Úlfhildur G. Einarsdóttir og Viktoría Lind Karenardóttir. Þá lokið brautskráningu kandídatar frá deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda. Þá mun Sara Margrét Ólafsdóttir, staðgengill deildarforseta deildar kennslu- og menntunarfræði afhenda prófskírteini frá deildinni. Með M.Ed.-gráðu í kennslufræði yngri barna í grunnskóla brautskráist Harpa Björgvinsdóttir. Með M.Ed.-gráðu í leikskólakennarafræði brautskrást Lilja Rún Kristbjörnsdóttir, Linda Hlín Heiðarsdóttir og Þórunn Þorkelsdóttir Diego. Með M.Ed.-gráðu í menntun allra og sérkennslufræði brautskrást Eyrún H. Eyfells Eyjólfsdóttir, Hugrún Jóhannsdóttir, Sandra Dögg Björnsdóttir sem fjarverandi og Sigrún Eva Sigurðardóttir og Telma Rúnarsdóttir. Með M.Ed.-gráðu í menntun allra og stoðþjónustu brautskráist Erla Rán Kjartansdóttir. Með M.Ed.-gráðu í menntunarfræði leikskóla brautskráist Sandra Halldórsdóttir. Með M.Ed.-gráðu í stjórnun menntastofnana brautskrást Sara Guðjónsdóttir og Tinna Björg Kristinsdóttir. Með MT-próf í grunnskólakennslu yngri barna brautskrást Adda Þórey Jónsdóttir, Ásdís Sigurðardóttir, Birna Marín Aðalsteinsdóttir, Birna Ósk Sigurjónsdóttir,
Elín Lára Árnþórsdóttir, Elísa Sif Rannveigadóttir, Guðríður Emma Steinþórsdóttir, Guðrún Helga Magnúsdóttir, Hildur Karítas Gunnarsdóttir, Hólmfríður Björnsdóttir, Hrafna Hanna Elísa Herbertsdóttir, Hulda Ósk Jónsdóttir, Inga Bjarni Óladóttir, Ingibjörg Erla Garðarsdóttir, Jamie Elisabeth Ægisdóttir, Jóhanna Kristín Aðalsteinsdóttir, fjarverandi Jónína Sif Axelsdóttir, Kamila Faræsdóttir, Kolbrún Eva Sigurðardóttir, Kristbjörg Helga og Eyjólfsdóttir, Kristín Bryndís Brynjólfsdóttir, Kristín Marín Hólm, Margrét Rut Halldórsdóttir, Mirjam Sif Björnsdóttir, Ólafía Kristín Sæmundsdóttir, Rakel Rós Ágústsdóttir, Sandra Sif Úlfarsdóttir, Sigríður Laufey Gunnlaugsdóttir, Stella Eðvaldsdóttir, Tanja Ólafsdóttir og Veiga Dögg Magnúsdóttir. Með MT-próf í kennslufræði yngri barna í grunnskóla brautskrást Arndís Snjólaug Ingvarsdóttir, Rakel Ósk Eckhardt og Róberta Sól Bragadóttir. Með MT-próf í leikskólakennarafræði brautskrást Alice Pepina, Ása Magnúsdóttir, Brynja Hallgrímsdóttir, Elín Rut Þorleifsdóttir, Elísabet Ómarsdóttir, Elvíra Mótibell, Guðríður Sæmundsdóttir, Hildur Tryggvadóttir, Hrefna Björk Sigurðardóttir, Jenny Olga Eggertsdóttir, Jón Arnar Ólafsson, Margrét Jóna Gunnarsdóttir, María Fanney Bjarnadóttir, Maríanna Ósk Guðjónsdóttir, Már Gíslason og Una Björg Ingimundadóttir. Með MT-próf í mál og læsi brautskráist Eva Hrund Egilsdóttir. Með MT-próf í menntunarfræðileikskóla brautskrást Anja Aleksik, Árný Gestsdóttir, Áslaug Emma Magnússon, Birna Rebekka Björnsdóttir, Dóra Eggertsdóttir, Elín Gretarsdóttir, Erla Þórdís Traustadóttir, Eva Kristrún Haraldsdóttir, Farnús Farsi Razavi, Guðmundur Sigur Þórsson, Hafrún Hafþórsdóttir, Hanna Tryggvadóttir, Hekla Dögg Sveinbjarnardóttir, Hrafnhildur Fannarsdóttir, Kristjana Ósk Ægisdóttir, Ólöf Erla Einarsdóttir, Sara Guðjónsdóttir, Sara Dögg Guðmundsdóttir, Selma Birna Úlfarsdóttir, Sofía Nadasvíli, Sólveig María Guðrúnar Sölvadóttir og Vera Fjallarsdóttir. Með B.Ed.gráði í grunnskólakennslu yngri barna brautskrást Alexía Rós Hauksdóttir Larsen, Hanjesa Ósk Þórsdóttir, Helga Ósk Freysdóttir, Margrét Hólmfríður Magnúsdóttir, Sigríður Jónsdóttir, Sigríður Helga Skúladóttir, hún er fjarverandi, Svanhildur Hlíf Bergsdóttir og Vigdís Lilja Árnadóttir. Með B.Ed.gráðu í leikskólakennarafræði brautskrást Aldís Eva Geirharðsdóttir, fjarverandi, Aníta Rós Pétursdóttir, Arna Haraldsdóttir, Ásta María Karlsdóttir, Birta Ösp Þórðardóttir, Bryndís Ósk Unnarsdóttir, Diljó Marín Jónsdóttir, Ester Lóa Guðmundsdóttir, Guðrún Hanna Jónsdóttir, Hafdís Ósk Gísladóttir,
Hekla Baldursdóttir, Helena Dögg Einarsdóttir, Herdís Lovísa Magnúsdóttir, Inga Sjöfn Arnbergsdóttir, Jóhanna Benný Hannesdóttir, Júlía Lobanova, Karen Eir Magnúsdóttir, Katarsína Monika Konjúse, Maren Anna Bergsdóttir, Margrét Nína Þrastardóttir, Monika Aneta Lutz, Ragna Jónsdóttir, Sigga Jasonardóttir, dóttir mín, Sóley Auður Mímisdóttir, Sunneva Austmann Emilsdóttir og Sunneva Jónasdóttir. Þá lokið brautskráningu kandídata frá deild kennslu og menntunarfræði. Þá mun Bergljót Gyða Guðmundsdóttir, staðgengill forseta deildar menntunar og margbreytileika afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MA-gráðu í alþjóðlegu námi í menntunarfræði brautskrást Ernest Boake Iyadom, Hasten Asharti, Le Yu og Prins Binjo. Með MA-gráðu í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf brautskrást Anna Mjöll Guðmundsdóttir og Karína Nílsen. Með MA-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði brautskrást Katrín Ósk Þorsteinsdóttir og Tara Sif Þrastardóttir. Með BA-gráðu í alþjóðlegu námi í menntunarfræði brautskrást Adevale Samuel Abiona, Angela Malgorzata Lukashevska, Antoinette Yara Ayagba, hann fjarverandi, eða hún, fyrirgefðu, Eilala Savildik, fjarverandi, Bestmann Naimeka Jóel, þetta bara eins og uppáð núna, Courage, Felix Dozo, Enoch Baffo, Júlia Janina Carranza Ceballos, Krista Eggmanne, Mikaela Solaravo, Muhammed Umar, fjarverandi, Niala Prins Adam, Paulius Liberis, Fabian Adjaho Selorm Atikasa, Katri Abiodun Buzari, Shannon Dale Thompson, fjarverandi, Teresa Anionam Ayagba, fjarverandi, og þá það Vindel Rose Alvarez. Með BA-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði brautskrást Anita Katrín Kristjánsdóttir, Arna Ósk Arnarsdóttir, Ágústa Borg Birgisdóttir, Ástríður Halla Jóhannsdóttir, Birta María Eiríksdóttir, Bríanna Lilja Björnsdóttir, Bríet Bragadóttir, Dagbjört Ösp Guðmundsdóttir, Daniel Ben Önnuson, Elín María Eiríksdóttir, Guðbjörg Thelma Þorvaldsdóttir, Guðrún Elva Heiðarsdóttir, Guðrún Edda Helgadóttir, Hjördís Bára Hjartardóttir, Hjördís Lára D. Ingólfsdóttir, Íris Róbersdóttir, Íris Una Þórðardóttir, Kolbrún Katla Jónsdóttir, Kristjana Anna Dagnýjardóttir, Kristrún Sveinbjörnsdóttir, Lilja Ósk Magnúsdóttir, Margrét Helgadóttir, María Helena Masúl, Mirra Rán Ísaksdóttir, Petra María Gunnarsdóttir, Rut Jónsdóttir, Sara Líf Magnúsdóttir, Selma Óskarsdóttir, Signý María Völundardóttir, Sigrún Ósk Snorradóttir, Svanhildur Lóa Bergsveinsdóttir, Viktoría Dagmar Smáradóttir og Þórunn Friðriksdóttir.
Með BA-gráðu í þroskaþjálfafræði brautskrást Anna Petrea Lúbnaf Atladóttir, Aþena Björk Ómarsdóttir, fjarverandi, Aþena Íris Þórsdóttir, Birta Sif Sævarsdóttir, Dagbjört Ylva Ólafsdóttir, Edda Eir Ingadóttir, Elísabet Ingibjörg Valdimarsdóttir, Emma Þöll Hilmarsdóttir, fjarverandi, Eygló Anna Pétursdóttir, Eyrún Gísladóttir, Gíja Dröfn Ragnarsdóttir, Glóð Jónsdóttir, Guðlaug Vala Sigurðardóttir, Guðný Birna Fallsdóttir, Guðrún Brynjólfsdóttir, Gunnar Axel Böðvarsson, Hanna Lilja Jóhannesdóttir, Hildur Bryndís Jónsdóttir, Hulda Margrét Eggersdóttir, Inga Bísan Heiðarsdóttir Tamimi, Ingi Þór Hallgrímsson mun vera fjarverandi, Íris Von Björnsdóttir, Jónas mun vera fjarverandi, Júlía Líf Gunnsteinsdóttir, Katla María Magnúsdóttir, Kolbrún Erla Linge Gísladóttir, Kolbrún Birna Gunnlaugsdóttir, Kristín Dögg Kjartansdóttir, Kristófer Karl Guðnason, Kristrún Guðnadóttir, Margrét Elísabet Eggersdóttir, Margrét Björk Ásdísardóttir Eyjólfsdóttir, María Rún Guðmundsdóttir fjarverandi, Ragnar Sigríður Ragnarsdóttir, Rósa Dao Tíbúi, Rósa Sveinsdóttir, Sandra Steinþórsdóttir, Sara Lind Guðmundsdóttir, Sigurbjörg Sara Finnsdóttir, Sigurður Arnór Sigurðsson, Sunneva Bergmann Vignisdóttir, fjarverandi, Sunneva Ósk Vitte, Svava Ósk Jóð Danielsdóttir, Theodóra Karlsdóttir, Valdís Kristín Valdimarsdóttir, Viktoría Rós Antonsdóttir, Þorbjörg Tinna Hjaltalín, fjarverandi, og þá það Þórgunnur Ása Kristinsdóttir. Þar með lokið brautskráningu frá deild menntunar og margbreytileika og þar með öllum deildum menntavistasviðs. Við höfum fengið hingað góða gesti sem hljómsveitin Ylja, en hana skipa þær Bjartey Sveinsdóttir og Gíja Skjaldadóttir og munu þær flytja okkur 2 lög. Gjörið svo vel. Einn, tveir, virkar allt hér. Komið sæl og hjartanlega til hamingju með daginn, kæru útskriftarnemar. Við erum Ylja og við ætlum að flytja fyrir ykkur, eins og hún sagði, 2 lög á þessum dýrðardegi. Já, maður heldur betur að segja þetta sé bara askoti fallegur dagur í dag. Togar í mig
sumar og sólin syngja þér sitt lag. Þú gengur glöð út í hitan inn í draumbláan dag. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Máva hvítskít ormar dofið, inn í draumhringsins það ofið. Hreyfist vart úr stað, konurnar blómstra brosandi sælar, sumar kjólar háir hælar. Kvöldið vill komast að, þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Þá ætlum við að flytja lag sem að okkur þykir að var viðeigandi á athöfnum sem þessum. Þar sem að þið nemendur eruð að ljúka einum kafla í ykkar lífi og við tekur alltaf eitthvað nýtt. Og við með það í huga bara óskum ykkur bjartrar framtíðar. Gangi ykkur vel. Lagið Víkjuvaki. Sunnan yfir sæinn breiða, sumarilinn vinda leiða. Draumalandið himinn heiða, hlær og opna skautið sitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Gakk þú út í gránan lundin, gáðu fram á bláu sundin. Munda það stutt hver stundin, stopult í arnastindið þitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Að geyma, láta sig vöku dreyma. Sólskinsdögum síst má gleyma. Segðu engum manni, vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt.
Sunnan yfir sæinn breiða, sumarilinn vinda leiða, draumalandið himinn heiða, hlær og opna skautið sitt, vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Svo með þið syngja með hér. Hærra heldur en fullur salur á það. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Einu sem við bótum bara þig. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir okkur. Og takk fyrir að taka undir. Við þökkum Ylju fyrir fallegan tónlistarflutning og fyrir að leyfa okkur að syngja með, ekki satt. Þá höldum við áfram brautskráningu kandidata og nú komið að verkfræði og náttúruvísindarsviði. Sigurður Magnús Garðarsson, forseti fræðasviðsins, stýrir nú brautskráningu kandidata frá deildum þess. Að þessu sinni eru brautskráðir 264 kandidatar frá öllum 6 deildum verkfræði og náttúruvísindasviðs. Fyrst mun Rúnar Unnþórsson, forseti iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideildar afhenda prófskírteini. Með MS-gráðu í hugbúnaðarverkfræði brautskrást Hilmir Berg Halldórsson, Ingvar Hrafn Þorsteinsson, Sigurður Detlef Jónsson. Með MS-gráðu í iðnaðarverkfræði brautskrást Kári Jóhannesson, Viktoría Lind Gunnarsdóttir. Með MS-gráðu í tölvunarfræði brautskrást Abdullah, Ariela Alexi Mayes, sem fjarverandi, Kalsum Ada, Kjartan Óli Ágústsson, Kristófer Darri Finnsson, Masum Bargi, Mohamed Kadabi, sem fjarverandi. Með MS-gráðu í vélaverkfræði brautskráist Einar Bjarni Hermannsson. Með BS-gráðu í efnaverkfræði brautskrást Ani Asi, Arnhildur Sjöfn Árnadóttir, Bjarni Már Stefánsson, Daniel Björn Baldursson, Efekan Korpes, Elín María Jakobsdóttir, Hólmfríður Hermannsdóttir, Ingibjörg Hjaltadóttir, María Rut Ómarsdóttir, Myrkvi Stefánsson, Rebekka Ágústsdóttir, Sara Stefánsdóttir, Stefán Haukur Hreinsson og Sunna Þóruldsen Friðriksdóttir. Með BS-gráðu í hugbúnaðarverkfræði brautskrást Andri Már Sigurðsson, Elma Karin Gunnarsdóttir, Guðbjörg Viðja Pétursdóttir Víring, Jóhannes Jóhannesson, Mikael Máni Freysson, Sigurbjörg Erla Pétursdóttir Víring, Silja Björk Ægisdóttir, Sunna Kristín Gísladóttir, Silvía Hanna Tyrfingsdóttir, Sævar Breki Snorrason, Viktor Örlygur Andrason og Xing Yi.
Með BS-gráðu í iðnaðarverkfræði brautskrást Alda Áslaug Unnardóttir, Ásdís Guðmundsdóttir, Ásdís Halla Guðmundsdóttir, Benedikt Arnar Davíðsson, Brynjar Ari Magnússon, Dalrós Inga Ingadóttir, Einar Geir Guðnason, Erla María Theódórsdóttir, Erlendur Guðnason, Gía Marín Þorsteinsdóttir, Gunnar Sigurjón Árnason, Halldór Andri Atlason, Ingvar Atli Auðunarsson, Snæfríður Kjartansdóttir, Valur Ingi Sigurðarsson, Þórdís Alda Ólafsdóttir. Með BS-gráðu í tölvunarfræði brautskrást Aron Bjartur Hilmarsson, Basíro Matías Ambay, Bensil Koksó, Benjamin Reynir Jóhannsson, Bjarni Þór Guðmundsson, Bogi Fjalar Sigurðsson, Elvar Kjartansson, Eygló Ástþórsdóttir, Haraldur Daði Arnarsson, Hálfdán Andri Henriksson, Helga Björk Helgadóttir, Helgi Freyr Davíðsson, Jónatan Jakob Ódóma, Jóhannes Reykdal Einarsson, Jón Emil Rafnsson, Karítas Thelma Friðjónsdóttir, Kristín Fríða Sigurborgardóttir, Mikael Sigurður E. Kristinsson, Ólafur Sær Sigursteinsson, Óskar Samúel Ingvarsson, Óskar Víkingur Davíðsson, Sigurður Ari Stefánsson, Styrmir Örn Arnarsson, sem fjarverandi, Sölvi Santos, en hann brautskráðist einnig með BS-gráðu í stærðfræði, Tómas Andri Bjartsson, Y.I. Juhu, með BS-gráðu í vélaverkfræði brautskráðst Aron Aso Rosento, Benedikt Kristinn Brím, en hann brautskráðist einnig með BS-gráðu í verkfræði eðlisfræði, Bjarki Fannar Kolbeinsson, Bjarni Hauksson, Breki Hólm Hrafnsson, Daniel Svetsíski, Hafsteinn Ernir Hafsteinsson, Haraldur Jóhann Gunnarsson, Jóhann Geits, Jón Óskar Guðmundsson, Kristófer Valgarð Guðrúnarsson, Sigurður Tómas Víðisson, Sindri Már Hilmarsson, Tanimjan Jatsuran, Tómas Orri Örnólfsson, Viggo Alexander Asford og Ilja Karin Þórðardóttir. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild. Næst mun Andri Stefánsson, forseti jarðvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-gráðu í jarðeðlisfræði brautskrást Alvora Joshua Campos Ramos, Bini Dagal, Fjóla María Sigurðardóttir, sem fjarverandi, Robin Sandfeldsel, Sindri Bernholt. Með MS-gráðu í jarðfræði brautskrást Hanna Fögel, Henry Kretsmar, Mía Alexandra Sots. Með MS-gráðu í jarðvísindum brautskráist Lía Alfæn. Með MS-gráðu í umhverfis- og auðlindafræði brautskrást Sadra Brokeya Avua. Með BS-gráðu í jarðfræði brautskrást Alma Lind Ágústsdóttir.
Arna Sirrí Erlingsdóttir, Ardís Dúna Gunnarsdóttir, Elma Lind Karlsdóttir, Jenny Geirdal Kjartansdóttir, Jóhann Atli Hafliðason og Kormákur Nói Jónsson. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá jarðvísindadeild. Næst mun Snæbjörn Pálsson, forseti líf- og umhverfisvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-gráðu í iðnaðarlíftækni brautskrást Ida Guðný Jensen, Ingunn Ósk Gretarsdóttir, Kristín Fjóla Theodórsdóttir. Með MS-gráðu í landfræði brautskrást Æsling Kamara, sem fjarstödd, Júlía Kopp, sem líka fjarstödd. Með MS-gráðu í líffræði brautskrást Heiðrún Inga Guðmundsdóttir, Kainat, Kristrún Rubitak, Ruhilla Goswami, Sandra Dögg Georgsdóttir, Sigrún Sigurðardóttir, sem fjarstödd, Sólrún Sigurgeirsdóttir, Viktor Árnason og Saif Mája Lind. Með MS-gráðu í lífupplýsingafræði brautskráist Björgvin Ægir Elísson. Með MS-gráðu í umhverfis- og auðlindafræði brautskráist Petra Dimitrova Toneva. Með BS-gráðu í ferðamálafræði brautskrást Benjamin Orri Pitt, Klodja Tatsjenska. Með BS-gráðu í landfræði brautskrást Bergur Ingi Óskarsson, Ævar Daði Segata. Með BS-gráðu í lífefna- og sameindalíffræði brautskrást Anna Lilja Arnarsdóttir, Baldur Ásgeirsson, Björgvin Logi Bjarkason, Emilía Eir Sigurbjörnsdóttir, Frosti Andrason, Ingigerður Sunna Sigurðardóttir, Jóhann Daði Valdimarsson, Kristín Þorfinnsdóttir, Magnús Hallsson, Maximal Kolenski, Pálína Björk Pálsdóttir, Sigríður Bára Karlsdóttir, Sigríður Elva Sigurðardóttir, Sigurbjörg Eiríksdóttir, Sólon Baldvin Baldvinsson, Sævar Rafn Gunnlaugsson og Teresa Anna Friggja. Með BS-gráðu í líffræði brautskrást Elvar Snæbjarnason, sýtum það í pokan bara. Ekkert mál. Smá operation inn á sviðinu, það græðast. Svona. Gjörðu svo vel. Ingvar Þorsteinsson. Þeir eru skipulega í gangi. Ragnar Blær Þorgeirsson. Sóley Karlsdóttir og Tómas Ögri Guðnason. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá líf- og umhverfisvísindadeild. Næst mun Lotta María Ellingsen, forseti rafmagns- og tölvuverkfræðideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-gráðu í rafmagns- og tölvuverkfræði brautskrást María Angensoma, sem fjarverandi. Með BS-gráðu í rafmagns- og tölvuverkfræði brautskrást Agata Mosivilo, Altína Tinna Sogæ, Atli Freyr Björgvinsson, Ásta Margrét Stefánsdóttir, Björgvin Ingi Ólafsson, Bryndís Helga Bragadóttir, Davíð Freyr Eiríksson, Davíð Júlían Jónsson, Helena Vigdís Löbe, Helga Metnis Guðmundsson
Helgi Metnis Guðmundsson, Hugo Fannar Friðriksson, Kolbeinn Ingi Jónsson, Ólafur Þór Fortjón, Ragnar Björn Bragason, Sigrún Tinna Sigurgeirsdóttir, Steinn Torfi Steinsen, Unnar Freyr Bjarnason. Með BS-gráðu í tæknifræði brautskrást Róbert Konrad Katsuk, sem ekki hér, Rúnar Ingi Stefánsson, sem ekki hér. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá rafmagns- og tölvuverkfræðideild. Næst mun Birgir Hrafnkelsson, forseti raunvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MAS-gráðu í hagnýttri tölfræði brautskráist Fannar Gauti Guðsirason. Með MS-gráðu í efnafræði brautskráist Óskar Guðmundur Kristinsson, sem fjarverandi. Með MS-gráðu í stærðfræði brautskráist Bjarki Gunnarsson. Með BS-gráðu í eðlisfræði brautskrást Bryndís Þóra Björnsdóttir, Freyr Ásmundsson, Guðrún Andrea Thorstensen, Hlynur Guðmundsson, Kristín Ingibjörg Magnúsdóttir, Líman Alexander Dífór, Þórarinn Freyr Rúnarsson. Með BS-gráðu í efnafræði brautskráist Skjöldur Kristjánsson Andi Reymann. Með BS-gráðu í hagnýttri stærðfræði brautskrást Birgitta Ósk Úlfarsdóttir, Bjarki Björn Gunnarsson, sem fjarverandi, Elísa Inger Jónsdóttir, Eva Mítra Derat, Gunnar Davíð Frímannsson, Hannes Ísberg Gunnarsson, Ísabella Ösp Hoffmann Herbjörnsdóttir, Kolbeinn Ólafsson, Margrét Einarsdóttir, Oddur Sigurðarsson, Sveinn Þráinn Guðmundsson. Með BS-gráðu í stærðfræði brautskrást Alexander Bentsen, Asili Ástrún Gunnarsdóttir, Benedikt Vilji Magnússon, Matthildur Peta Jónsdóttir, Matthías Andri Hrafnkelsson. Með BS-gráðu í verkfræðilega eðlisfræði brautskrást Magnús Örvarsson, Óttar Atlason, Selma Jóhannesdóttir og Cecilia Pigitti, en hún brautskráist einnig með BS-gráðu í tölvunarfræði. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá raunvísindadeild. Næst mun Bing Wu, staðgengill forseta umhverfis- og byggingaverkfræðideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-gráðu í byggingaverkfræði brautskráist Jóhann Almar Sigurðsson. Með MS-gráðu í umhverfisverkfræði brautskráist Emil Draupnir Baldursson. Með MS-gráðu í umhverfis- og auðlindafræði brautskráist Axel Pétur Ólafsson. Með BS-gráðu í umhverfis- og byggingaverkfræði brautskráist Agla María Kristjánsdóttir, Ásdís Rán Kolbeinsdóttir, Eðvald Þór Stefánsson, Guðbrandur Eli Skarphéðinsson, Helga Valborg Guðmundsdóttir, Inga Lísa Viðarsdóttir, Kolbeinn Daði Stefánsson, Kolbrún Lena Rafnsdóttir, Mónika Margrét Pétursdóttir, Nadía Sigurðardóttir, Sigrún Björk Runnarsdóttir og Telma Dís Helgadóttir. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá umhverfis- og byggingaverkfræðideild og þar með frá öllum deildum verkfræði- og náttúruvísindasviðs. Þar með lokið brautskráningu kandidata. Hjartanlega til hamingju með þennan þýðingamikla áfanga.
Við skulum gefa þessu myndarlega hópi gott klapp. Góði gestir, nú komið að kveðju kandidata og mun Myrkvi M2V Stefánsson ávarpa samkomuna fyrir hönd kandidata. Gjörðu svo vel. Rektor, kennarar, starfsfólk Háskóla Íslands, kæru kandidatar, fjölskyldur, vinir og aðrir góðir gestir. Innilega til hamingju með daginn. Í dag eru tímamót, kaflaskil. Í dag síðasti dagurinn okkar í Háskóla Íslands, en leið fyrsti dagurinn í nýju lífi, nýrri vegferð. Það skrítið að hugsa til þess að hingað séu við loksins komin. Ekki einungis vegna þess að útskriftadagurinn stór dagur í líf okkar, heldur einnig vegna þess að fyrir fáeinum árum gátum við vart gert okkur í hugarlund að við stæðum hér með prófskírtein í hönd. En hér erum við. Og það gaman að sjá að hér í dag, meðal okkar, minn helsti stuðningsmaður í náminu. Hann hefur eflaust stutt flest okkar í gegnum námið og hann hjálpaði mér meira að segja með þetta ávarp. Við erum nefnilega öll með hann í vasanum. Það sjálfur chatinn, fullu nafni ChatGPT, sem einmitt líka að útskrifast í dag, enda eru 3 ár síðan þessi versta martröð kennara skráði sig í háskólan. En háskólanám ferðalag. Í fyrstu héldum við kannski að háskólanám snerist fyrst og fremst fyrirlestra, skiladæmi, próf, jafnvel einkunnir. En smám saman lærðum við að háskólanám snýst ekki síður að læra að vinna sjálfstætt, nálgast námsefnið með gagnrýnum hætti, hugsa lengra en bækurnar og sjá nýja fleti. Háskólanám víkkar þannig sjónsviðið og opnar nýjar leiðir og möguleika. Háskólanámið ekki bara ferð í gegnum sjálft námsefnið, heldur líka persónulegt ferðalag. Við höfum lært að spyrja spurninga, efast, leita svara og halda áfram, þó að leiðin hafi ekki alltaf verið alveg eins og við sáum fyrir. Ferðalagið hefur ekki bara snúist að afla sér þekkingar og reynslu, heldur hefur það ekki síst snúist að vaxa sem manneskja, eflast og blómstra. Við sem stöndum hér í dag vitum að við þurftum oft að herða upp hugann og leggja á okkur meiri vinnu en við treystum okkur í. Stundum virtist öll þessi vinna óyfirstíganleg og margir hafa eflaust velt fyrir sér hver væri tilgangurinn með þessu öllu. En Páll Skúlason, fyrrverandi rektor Háskóla Íslands, svaraði eitt sinn þeirri spurningu á eftirfarandi hátt. Tilgangur náms námið sjálft. Þess vegna verða menn aldrei fullnuma í neinni námsgrein, hversu mörgum og góðum prófgráðum sem þeir ljúka. Þessi orð hans minna okkur á að þessi útskrift okkar í dag ekki endirinn, heldur byrjunin. Og í dag dýrmæt stund. Leyfum okkur nú að staldra aðeins við og njóta. Þakklætið víst lykillinn að lífshamingjunni. Það besta veganestið og á þessum tímamótum vil ég því nýta tækifærið fyrir hönd okkar kandidata og þakka fyrir okkur. Við þökkum kennurunum sem reyndu sitt besta að halda okkur vakandi klukkan 8:20 í Háskólabíói. Við þökkum þeim fyrir að hvetja okkur áfram og fyrir að koma okkur hingað á áfangastað. Við þökkum nemendafélögunum fyrir félagslífið sem hélt okkur gangandi. Við þökkum aðstandendunum sem studdu okkur þegar á móti blés og glöddust með okkur yfir öllum litlu sigrunum. Við þökkum fyrir tækifærin, fyrir skilningin, fyrir árangur erfiðisins, fyrir félagsskapinn, fyrir þroskan, fyrir tárin
fyrir brosin. Í dag eru tímamót, kaflaskil. Háskóli Íslands, takk fyrir okkur. Við þökkum Myrkva M2V Stefánssyni kærlega fyrir kveðju kandidata. Góði gestir, nú tekum við tónlistarflutningur. Háskólakórinn flytur okkur 2 lög undir stjórn Gunnsteins Ólafssonar. Háskólakórinn gjörið svo vel. La muerte entra y sale la taberna. Pasan caballos negros y gente siniestra por los hondos de la guitarra. Y hay horas salía sangre de hembra en los nardos febriles de la
Góðir gestir, gjörið svo vel að rísa úr sætum og takið undir með kórnum í laginu Ísland ögrum skorið. Ísland ögrum skorið, vil nefna þig, sem á brjóstum borið og blessað hefir mig. Fyrir skikkan skaparans, vertu blessað, blessið þig, blessað nafnið hans. Ísland ögrum skorið, vil nefna þig, sem á brjóstum borið og blessað hefir mig. Sem á brjóstum borið og blessað hefir mig. Við þökkum Háskólakórnum fyrir fallegan flutning. Góðir gestir, þá er komið að lokum þessarar hátíðar. Að endingu vil ég óska ykkur öllum sem brautskráðust hér í dag og fjölskyldum ykkur og vinum innilega til hamingju með áfangan. Njótið dagsins, njótið lífsins og njótið allrar farsældar í lífinu. Þar með segi ég þessari brautskráningar-athöfn lokið. En ég vil biðja ykkur að halda kyrru fyrir í sætum þar til rektor og fylgdarlið hafa gengið úr salnum.